Já, komið þið sæl. Við erum nú fremur óvenjulega stöðu hjá okkur í kortunum. Við höfum hlýtt loft hérna fyrir norðan okkur sem mætir síðan mun svalara lofti úr suðvestri og það sem að þessi loftmassar mætast að það verður loftið óstöðugt og hætta á úrkomu og það gerist einmitt hérna við svona suðvesturhornið á landinu næstu daga. Það verða svona þessir loftmassar að nudda sér saman með einhverju vætu og óstöðugu lofti sunnanvert landið. En síðan á fimmtudaginn eða miðvikudaginn þá á þessi lægðar fara að ná að taka völdin og á fimmtudaginn verður nú farin að ráða hérna ríkjum og þá verður væntanlega komið gott veður allt land. En ef við skoðum hitakortið að þá var nú hlýtt loft hérna milli Noregs og Grænlands og þetta hlýja loft er ættað úr hitabylgjunni af meginlandinu og þetta loft kemur nú væntanlega til með að skapa okkar eigin hitabylgju hérna á Íslandi því að það var hlýtt á norðausturhorninu í dag. Hitinn fór upp í 25,9 gráður á Ásbyrgi sem er hitamet sumarsins og þetta loft er nú heldur hérna áfram vestur á bóginn og á morgun er gert ráð fyrir að verði mjög hlýtt einkum sunnan og vestanvert landið og þetta hlýja loft ætti nú að ná að endast okkur alveg svona fram eftir vikunni. En ef við lítum á Íslandskort morgundagsins að þá sjáum við að það verður svona austlæg átt ráðandi hjá okkur. Það má gera ráð fyrir því að það verði svona einhver úrkoma hérna suðvestanvert landið. Það er eins og ég sagði ansi óstöðugt loft hérna, hlýtt óstöðugt loft og það má búast við skúraleiðingum hérna sunnanvert landið og það er jafnvel möguleiki á þrumuveðri. En það verður mjög hlýtt og strax á hádegi sjáum við að hitatölurnar eru komnar víða og yfir 20 stigin og ekkert ólíklegt að hæstu hitatölur morgundagsins fari hátt í 25 gráður og hugsanlega gæti hitamet dagsins í dag verið slegið. En síðan áfram á þriðjudeginum að þá verður áttin áfram austlæg. Það verður nú farið að vera svolítið stífari vindur hjá okkur og gæti nú orðið svona víða svolítið strekkingur. Áfram er nú gert ráð fyrir að verði nokkuð vætasamt sunnanvert landið en aftur á móti hérna norðan til er gert ráð fyrir að verði nú þurrt og gæti orðið nokkuð bjart hérna norðvestan til og það verður áfram hlýtt veðri hjá okkur, hitatölur víða svona nálægt 20 stigum. Nú á miðvikudeginum er nú svona aðeins farið að draga úr hitan hjá okkur en það verður nú samt áfram hlýtt veðri, bjart veðri landið norðanvert en áfram má búast við einhverju vætutíð landið sunnanvert. Nú síðan á fimmtudeginum að þá er gert ráð fyrir því að hæðin hérna fyrir norðan okkur, hún að síga hérna suður á bóginn og farin að ráða ferðinni hjá okkur, þá verður væntanlega komin svona hæg breytileg átt á öllu landinu og má gera ráð fyrir því að það verði orðið víða sólríkt og það verður áfram hlýtt veðri, hiti víða í svona milli 15 og 20 stig. Ef við lítum nú aðeins til Evrópu að þá er nú ennþá mjög hlýtt hérna í Skandinavíu og sjáum að það er 30 stig í bæði spáð í Oslo og Kaupmannahöfn en víða svona skúraleiðingar í álfunni og sérstaklega hérna þegar við komum hérna niður á Balkanskagann, þegar við komum hérna reynda sunnan þá fer nú að stytta upp og gert ráð fyrir að verði heiðskýrt og 36 stiga hiti í Aþenu á morgun. Á Íberíuskaganum er gert ráð fyrir því að það sjáist alla sólarlofti og hitatölur í víða og yfir 30 stig heldur svona þægilegri hiti í Portúgal og sömuleiðis á Kanaríeyjum er gert ráð fyrir léttskýjuðu veðri og hitatölunum svona í kringum 20 stigin. Ef við förum aðeins vestur hafa þá það er einnig mjög hlýtt, sjáum að það eru 30 stig í New York og 35 í Washington. Það er áfram skúraleiðingar hérna á Flórídaskaganum og við Mexíkóflóann, úrkomusvæði sem teygir sig hérna frá vötnunum miklum og suður eftir. En síðan ef við förum hérna að vesturströndinni að þá er það að venju háþrýstisvæði, bjartviðri og mjög hlýtt. En það verður líka hlýtt hjá okkur á morgun, gert ráð fyrir að hitatölur fari víða yfir 20 stigin. Þó má gera ráð fyrir að það getur dottið niður einhverjar dembir hérna á Suðvesturlandi en svona norðan til þetta geta orðið þurrt og bjart. Segjum þetta gott að vera í kvöld. Verið sæl.